gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að tala borgarmálin. Við vorum með hérna fyrir vikunni heilan hóp af fólki sem að bjóða sig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar. Það að koma svona ýmsar fréttir af framboðsmálum. Það leiðtogakjör í Viðreisn, ekki kannski svo mikið að frétta annars staðar. Sjálfstæðismenn eru búin að velja sér leiðtoga en eftir að velja lista og þar hundu göttunum. En það komu fréttir núna fyrir nokkur dögum að það væri listi á leiðinni sem sambræðsla úr Vori til vinstri sem hópur sem hefur myndast í kringu Sönnu Magdalenu Mörstudóttur borgarfulltrúa og svo VG í Reykjavík og það komið fólk úr þessum hópi hingað. Hérna Sanna Magdalena Mörstudóttir, Rakel Hildardóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Steinar Harðarsson. Það verður að þessu. Þetta hérna samvinna, tveggja hreyfinga fyrir íbúi í borginni að ég sé þetta þannig að við verðum að passa að ekkert vinstri atkvæði glatist. Ég meina við þurfum bara að hugsa strategískt og vera skynsöm og það ýmislegt í kringum okkur sem var bara mjög leiðilegt eins og niðurstöður alþingiskosninga. Ég meina við viljum ekki að það endurtaki sig. Þannig að við þurfum bara að hugsa. Það sé ekkert vinstra megin við Samfylkingun og þingi, það ekki gott. Það bara eðlilegt að vinna saman og setja íbúa í forgang. Já. En þá hugmyndin svo að reyna að ná þessum atkvæðum sem eru vinstra megin við Samfylkinguna? Já. Sem að samkvæmt kosningarannsóknunum skarast inn í Pírata og fleira. En alltaf verið vandræði svolítið með Píratana því að kjósendur eru alltaf svona félagshyggju vinstra megin, mælast alltaf þar. Já. En stundum forustan alltaf segja þessi hvorki hægri en vinstri og oft hún svona meira hægri. Einmitt, svona út af suður. Já, en svo sósíalistaflokkurinn landa sem þú varst í. Svona. Ég ennþá skráð í sósíalistaflokkin. Já, ekki búið að reka þig? Það ég held að það verið samþykkt að þetta reka þig. Mögulega kannski. En ég ennþá sósíalisti. Já. Þeir eru ekki þarna með? Nei. Og ekki Píratar? Nei. Var reynt að fá þessa saman? Ekki við það? Já, það var það. Það var reynt en gekk ekki því miður. Og ég var nú á þessu fundi VG, þar sem að menn svona fjölluðu þetta og samþyktu nánast að fara í þetta samstarf þó að menn getur svona hártogað aðeins orðalagið á þessari tillögu. En það var mikil einhugur á þessum fundi. Þetta var mjög góður fundur. Þetta var bara mikill hugur í fólki. Það sem samþykkt að VG færi ekki fram nema í þessu? Já, það færi bara fram í þessu. Það var ekki rætt hvort eða hvað. Heldur bara að þetta samstarf var þarna undir og það var nánast bara algjör mjög góð samstöð það. Komu þarna fréttir Líf sagði að það var eitthvað óljóst en svo sagðist hann að hlaupi á sig. Já, hún bara talar fyrir sjálfa sig það. Ok, en fyrir hvað standið þið? Þetta félagslegt og efnahagslegt réttlæti, þetta efnahagslega réttlæti að það verði í grunninn við bara allt sem við gerum fyrir íbúa, við sem hlusta á íbúana og það verði að hafa það að leiðarljósi í einmitt eins og húsnæðisuppbyggingu, samgöngumálum, umhverfismálum, menntamálum og skólamálum. Ég myndi segja að það sé svona rauða línan. Já. Ég hef verið með 5 mál. Það er náttúrulega svona þekkt tala úr. Sjónvarpssýrjum? Já, það húsnæðismálin, það umhverfismálin, það leikskólamálin, umferðarmálin og íbúalýðræði. Þetta eru þau 5 mál sem mér finnst mjög þýðingarmikil. Og ég held að þetta framboð geti sameinast eflaust eitthvað fleira en þetta finnst mér vera mér finnst gott að hafa fá en svona sterk mál á teinunum og þá lítum við til sigursins í New York þar sem borgarstjóra efni þar var nánast óþekkt og úr mjög ósennilegu uppruna og hann vann þennan fallega sigur á þennan einfalda hátt og ég held að við erum að vera þar. Ok, hann lagði mikla áherslu á húsnæðismál. Hvað ætlaði að gera þeim?
Sko, ef ég má bara aðeins að því að ég satt nú ekki við þetta samningaborð sko fyrir þetta framboð, en ég verð samt að segja sko, mér finnst fyrsta lagi þá bara mjög ánægjulegt að þessi niðurstaða hafi orðið ofan á, að félagshyggju fólk vinstra megin við miðinu hafi komið sér saman sameiginlegt framboð í þágu borgarbúa. Mér finnst líka alveg vert að minnast á líka góðan sáttmála sem að Sanna og Líf og fleiri fulltrúar eru náttúrulega með núna í gangi í sínu samstarfi í borginni, og þar til dæmis góðu grunnur í húsnæðismálunum og samgöngumálunum og svo framvegis. Og það hefur alveg verið, það hefur sýnt sig að aðkoma þess að tvekja afla inn í borgarmálin, hún hefur skilað okkur ákveðnum hlutum inn í þennan sáttmála, og ég er að vonast þess að það verið framhald á einmitt þessum góðu hlutum þarna í þágu borgarbúa, og ég bara held að þetta sé spennandi valkostur fyrir fólki hér í borginni. Ég held að við séum öll kannski svolítið sammála um það að það hafi verið dapurlegt fyrir kjósendur að fá ekki fulltrúa sína inn á þing í síðustu þingkosningum. Og með þessu sameinaða framboði núna þá sé komið grundvöllur fyrir kjósendur að sjá svona sterkara afl í sína þágu. Þetta verður spennandi. Rósa er að vísa til þess að þið komið í veg fyrir að þið yrði hér hægri meirihluti. Hefur þú trúið því að það hefur verið, ef að þið hefur ekki náð saman, þú og VG, stíði svona inn í þetta, að það hefði mögulega þráðurinn geta leiðist til þess að hér hefði orðið hægri meirihluti. Já, ég held það. Við stiðum þarna fram, sko, ég og Líf, ég var að rifja þetta upp því í minningunni að þá liðu svo rosa margir dagar. Þetta var valla ár síðan, sko. Já, aðdragandinn að meirihlutasamstarfinu, því að samstarfið varð að veruleika, því ég var að rifja þetta upp, að því að Einar fyrir borgarstjóri, hann kemur fram 7. feb, föstudagskvöldið, og bara eitthvað, ég er ekki til í þetta og get ekki meira af þessu. Og í minningunni þá liður svo margir dagar þangað til að ég og Líf, eða sem sagt borgarstjórnarflokkur, sósíalistaflokksins og VG stigu fram sameiginlega og sögðu við erum í bandalagi og viljum vera í svona félagshyggju meirihluta. Og sko í minningunni þá voru þetta rosa margir dagar. En þessi tilkynning var birt 8. feb. Þegar maður er í svona umhverfi, að maður var svo mikið í símanum og heyri öllum og ég var bara, vá, það er margir dagar búin að líða, þurfum við ekki að fara að birta eitthvað. Það var þetta bara daginn eftir, en ég held að það hafi verið mjög gott að við þetta bara stigum fram og sögum, þessi tveir flokkar eru tilbúin að láta þetta ganga upp, og við höfum líka verið að vinna saman í ráðum og nefndum og svona á undan. Þannig að ég held að það sé bara hafi verið mikilvægt. Já, og það verið myndað svona, ákveði bandalega inn í nefndum á vegum borgarna, þeim svona mjög gott. Herðu, húsnæðismál, hvað er það gerir þeim? Húsnæðismál. Ég myndi segja að það sem við samþykktum í gær hafi verið mjög gott og að við viljum vinna áfram með það, og þá vorum við með tillögu félagslega uppbyggingu þar sem við erum að tala að það þurfa að setja meira eiginfjárframlag. Reykjavíkurborg þarf auðvitað setja bara meiri pening í þessa uppbyggingu, af því að gengur ekki að vera alltaf einhvern veginn í þessum pælingum að leiga í sífellt að hækka, svo hvað, fátækir leigjendur geti greitt fyrir fleiri íbúðir fyrir fátækir leigjendur á biðlista. Þannig að það er eitt að tryggja bara þetta stöðu að eigin fjárframlega meðan að félagsbústaðir geta fundið svona betri leiðir til að útvega húsnæði, og þá er eitt af því hvort að borgin geti ekki bara byggt sjálf, og þetta er ekkert eitthvað nýtt, ég meina þetta þekkist við í kringum okkur, og við samþykktum þess að tillögu í gær að borgin myndi svona skoða hvort að þetta sé hægt og rýna þetta betur. En ég myndi segja að það sé mikilvægt. Þannig að þetta verður gert eða að verði skoðað og aftugað og verður þetta glærusýningar eða verður bara byrjað að byggja? Sko ég ætla að keyra fasta eftir þessu skoðinu. Þetta var þetta tillaga að fara í lagalega rýni og fýsileika, en ég líti á þetta sem fyrsta skref, en þetta bara þurfum við að sjá hvað kemur út úr þessari rýni og hvort þetta sé hægt. En ég trúi því og ég mun keyra á því, og það er alltaf, ég held að aðrir í samstarfinu geti borið þess vitni hvað ég hef verið mjög upptekin að koma þess á dagskrá. En ég myndi segja að þetta óhagnaðdrifna og félagslega uppbyggingin að hún sé mikilvæg. Og mér finnst að byrja að byggja fyrir þá sem eru mestu vanda. Já, en mér finnst sko að þessi hugmynd mjög góð, en hún ætti að sko verða víðtækari og borgin ætti geta byggt íbúð til sölu. Og
varðandi til dæmis eins og verkamannabústaðirnir voru. Já, eins og verkamannabústaðahverfi var á sínum tíma. Eitthvað svona félagslegt eignar íbúðahverfi. Já, og það gerði náttúrulega fjölda að sko láglaunafólks kleift að eignast þak yfir höfuðið og var bara stórkostlegt afrek á sínum tíma. Náttúrulega gamla hverfið vestur í bæ og svo Breiðholtið og Áratúnskverfið og öll þessi hverfi. En það sem að mér finnst sko að borgin þurfi að endurskoða, það þessi gífurlega áhersla á gjöld fyrir byggingarétt. Og ef við skoðum tölur frá því aldamótin, þá voru byggingaréttargjöldin 8% af byggingarkostnaði. Nú, 25 árum seinna, þau 25-30%. Með sölunni á lóðinni eða ekki? Já, með þessum markaðsvæðingu. Það náttúrulega gerði það, ég held að það gerst með á tíma Erlistans að það var bara að bjóða upp lóðir. Það er rétt, það var á tíma Erlistans sem enn byrjuðu þetta og sko rökin voru þau að það þyrfti að vera svona bara sanngjarnari og sko úthlutun þessara gæða, úthluta lóðum og það þyrfti að vera svona bara klárlega mynd af því hvernig þetta verið gert. Það þótti sanngjarnast að sá sem ætti mesta peningi fengi lóðina? Nei, það var kannski ekki það. Nei, það var sko á tímum Sjálfstæðisflokksins var það náttúrulega bara var úthlutað í miklu svona braski. Gæðingar fengur lóðir en hinnir ekki. En grunnhugmyndi var svo að þetta sé almannagæði og til þess að deila þeim út og þá bara biðröð og það bara biðröð eftir þeim og sá fær sem fremstur í biðröðinni. Þetta þótti vera ósanngjarnt. Já. Af því að það voru margir sem þurftu að bíða og þá var ákveðið að bjóða upp og það náttúrulega enda með því að svo sem hefur mest aðgengi að færa lóðirnar og við erum með verktakadrifna uppbyggingu á húsnæði í Reykjavík. Sko, þessi stefna hefur leitt til þess að húsnæði í Reykjavík algjör markaðsvara og það sem menn voru áður að byggja yfir sig og í samvinnufélögum, það algjörlega horfið. Þetta algjörlega markaðsvætt. Og þeir sem að búa íbúðunum ráða ekki hvernig íbúðunar eru. Nei, þessar grunnþarfir manneskjunnar það ekki verið höfuðið, það eru orðnar gjörsamlega markaðsvæddar. Ég held að menn hafa bara ekki átt að sjá því. Haldið þið fáið aðra flokka til þess að breyta raunverulega lóðaúthlutun og húsnæðisuppbyggingu í borginni svona róttækt? Fá ekki bara nóg mikið fylgi til þess að gera þetta bara sjálf, segja ég. Ok, húsnæðismálin, hvað það gerir leikskólanum? Má ég aðeins tengja húsnæðismálin aðeins lengra? Mér finnst að menn hefðu getað notað Keldnalands verkefnið á félagslegum grunni. En í staðinn... Það bara seint, það var lagt inn í borgarlínu. Já, í staðinn ætlar ríkið að fá eins mikið út úr þessar lóðasölu eins og það getur. Við miður. En þarna var tækifæri til þess að búa til sko félagslegt kerfi og með aðkomu bæði borgarinnar og kannski verkalýðshreyfingarinnar, þá var þetta verið hægt. Ef mér minnir rétt, þá held ég að einhvers stað lesið þetta tillögur Erlist, en að hugsunin á baku þetta hafi verið svo að lóðirna væri ekki einmitt gefnar eða braskað með, heldur væri settur í svona hærri vermiði fyrir þá sem vildu byggja til þess að svona auka verðgildi lóðana í Reykjavík. Þau væri ekki bara einhverjir fámenn klíka sem að geti kannski verið að útluta lóðum svona til vina sinna og svo framvegis. Þannig að það er þarna einhver vara sem væri svolítið verðmætt, sem væri þarna hús, lóðir. Það endar náttúrulega því að þeir sem eiga mest eiga já, svo hefur það gerst. En aðeins varandi að við vorum að tala um leikskólamálin, það varst mér svolítið áhugavert það sem að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri var að minna á daginn í viðtali í Kastljósi að almenn ánægja foreldra með leikskólakerfi í Reykjavík bara mjög há og hún eitthvað 92% eða 4% sem sko almenn ánægja. En vandamáli sem leikskólakerfi býr við náttúrulega undirmönnun og það líka laun sem voru náttúrulega hækkuð í síðustu kjarasamningum en kannski ekki farið að koma til framkvæmda þar að segja það ekki þessi hærri hækkunlaun en hún kannski ekki farin að raungerast með því að fólk farið að koma inn í leikskólan til að starfa. Því það eiginlega stærsta vandamáli, það að manna leikskólana. Það aukinn kostnaður út á hærri launum og út af styttingu vinnuvikunnar. Já, svo það styttingu vinnuvikunnar. Og Reykjavíkurborg virðist meta þannig að þau hafi ekki efni á því og vilja það bara stytta opnunartímann í staðinn. Flytja raunverulega vandan yfir á foreldra, svipað verið gert í Kópavogi, Akureyri og víðar.
og þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað þessi tillaga eiginlega núna, hún strandaði einhvers staðar, Hún er hún er stungið stól bara. Þetta er í skoðun eftir bara það sem að kom fram. Þá veit ég að það bara verið að hlusta á það og það er náttúrulega alls konar sem kom fram og bara alls konar sem er rétt í þessu. Þetta verður ekki afgreitt fyrir kosningar. Þetta er bara of heit kartafla til þess að það sé, það er ekki raunat að þetta verið afgreitt út meiri hlutunum fyrir kostningar. Finnst þið það, Sanna, því þú nú eina sem ert í meirinu? Ég meina við þurfum bara að sjá til. Ég meina ég veit að þessi hópur er búin að vera að vinna mjög mikið, ég veit það allavega. En við þurfum þetta bara að fara vel yfir þetta því að þetta koma fram sko bara réttmættar ábendingar frá foreldrum sem eru bara eitthvað bíddu nú við. En svo er starfsfólki líka bara eitthvað eigum við bara að vera að hlaupa hraðar endalaust og hvað er í gangi og svo einhvern veginn kemur umræðan þetta ef ekki að hafa þetta sem fyrsta skólastig og þá þarf ríki að koma inn í og þá er eðlilegt að þau koma fjármögnun. Við viljum alveg vera með góða leikskóla en til þess erum við pening, hvaðan kemur peningurinn, ekki erum við að skattleggja ríkjafólkið og þannig að auðvitað tengist þetta bara dagsdaglegu lífi fólks, þetta er ekkert eitthvað svona einhver Excel-skjöl sem við horfum bara á. Þið munum bjóða okkur fram til þess að leysa þetta mál, hvernig ætla að leysa þetta? Það er stórt spurt. Nei, mér vantilega verður tiltekið tillit til þessara áhyggna foreldra og starfsfólks og það er eitthvað sem verður að gerast líka og þetta er náttúrulega eins og Sanna er að benda á og þetta er í ákveðnu ferli núna þar sem verið að jafnréttisrýna það og út frá ákveðnum athugasemdum sem bárust og umsögnum. Og það vantar alltaf peningir sko, núna er bara verið að ýta vandanum frá starfsfólkinu sem hefur sittið uppi með hann yfir á foreldrana. Þannig að þú veist. Já, þetta er, þú veist, það vantar bara peningin sko til þess að reka almennilega leikskóla. Já, það er og sveitarfélögin hafa enga fjáröflun að leiðir. Nei. Þú búin að vera að leggja til útsvar á fjármagnstekjur í 8 ár, eða ekki þú búin að vera með í 8 ár? Ég held að Rakel hafi verið að nefna þetta í grein. Já, þetta þarf að sem sagt já, nú er ég bara kjaftstopp komur óvart en jú, það er alltaf þetta sem þú hefur verið að segja í 8 ár að bara leggja, að skattleggja fjármagnstekjur til jafns við aðrar tekjur og það ætti náttúrulega að koma inn slattamíl það eru margir milljarðar sko. Margir milljarðar Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra ég man ekki eitthvað þau voru að endurskoða þetta en þá átti að leggja bara á svona eins og á grunnlaun ykkur þannig ef ég væri með 200 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur þá myndi ég borga útsvar eins og ég væri með 700 krónur Þannig það hefur aldrei náð lengri inn á þingi heldur en þetta sem næstu í svona táknræn aðgerð. Frekar heldur hún sé raunveruleg tekju öflum fyrir sveitarfélögin. Og það er náttúrulega vandamál við að sveitarfélögin er í vanda því að bara vantar. Þau tekið mikla þjónustu frá ríkinu. Ég hef gert við þá hugmynd að það þurfi að hækka útsvarið verulega vegna þess að bæjarfélög og sveitarfélög hafa tekið við alls konar verkefnum frá ríkinu og endalaust hafa komið fram upplýsingar og kvartanir það að ekki hafi fyllt nægir peningar og þá hafa menn farið að reyna að leita að einhverjum öðrum svona möguleikum á að fá peninga inn í rekstur sveitarfélagana og ég held að til dæmis bara Reykjavíkurborg hafi fundið þessa gullnámu í íbúðar í byggingarréttargjöldunum og þar eru menn að taka inn það sem að skortir upp á í útsvarinu og það þurfum við hreinlega bara að hækka útsvar til þess að sveitarfélögin þurfi ekki að vera að leita eftir peningum í einhvers öðrum gjöldum og útsvari sem mikið bara sanngjarnari fjármögnun á útgjöldum sveitarfélagsins. Það var reiknað út að séu næstu 20 milljónir sem eru á hverja íbúð á orkureiknum sem er umverulega kostnaður sem var til áður en að fyrsta skóflustunga var tekin. Og það er náttúrulega síðustu 20 milljónir sem að fólk er að kaupa sem að það tekur líklega á láni. Þannig það borgar kannski raunvirði 50 milljóna fyrir þetta. Þannig það er náttúrulega svívirði skattlagning á þeir sem að þurfa að nota húsnæði til þess að vega upp veika tekjustofna á sveitarfélögum. Og ég held líka, Ég sé tölur yfir það að af byggingarkostnaðurinn sjálfur sé 50% af verði íbúðar og 30% jafnvel sé byggingarréttargjöld bara beint í vasa
bæjar yfirvalda. Og síðan eitthvað fyrir hönnun og eftirlit og svo framvegis. Þetta náttúrulega svakalega tölur. Nákvæmlega. Eins og með útsvarið, þó að sko borgarstjórn get ekki ákveðið það, þá finnst mér alveg vera hlutverk samt borgarfulltrúa að tala hvað þetta ósanngjarnt og hvað það þurfa að laga þetta og vera hávær í því og einhvern veginn svona byggja upp kröfu á meðal samfélagsins að þetta sé eina vitið og fá einhvern veginn fleiri með sér í lið fyrir því að tala þetta. Þú veist, við heyrðum frá ASÍ sem að tók undir þessa kröfur á sínum tíma og þú veist að við séum alltaf að tala að þetta sé eina vitið að því þurfum við þetta aflið einmitt og talaður borgarstjórinn í New York, þú veist, aflið frá fólkinu til þess að knýja á breytingar, þannig ég held að það er líka þetta vinnan framöndan að halda einhvern veginn því áfram til þetta verði að einhverjum veruleika af því að ef að ráðafólk heyrir alltaf bara það er fullt af fólki og samtökum sem bara eitthvað að fara fram á þetta, þá verður þetta að taka til skoðunar, þó að við séum ekki á Alþingi, þá getum við alveg látið hátt heyrast í okkur til þess að verði eitthvað brugðist við sko og líka bara að því við vorum aðeins að tala leikskólana áðan, þú veist, þetta myndi ég segja þetta sé fjármagn, en það er líka bara starfsfólki með ákveðin vinnudag sem ákveðin langur, það er stytting vinnuvikunar, en það er ekki stytting vinnuvikunar hjá öllum, svo er fátækt fólk sem í meira en einni vinnu sem þarf bara að láta hlutina ganga upp. Þannig að þetta er líka bara inn í þá umræðu, bara hver er með stytta vinnuviku og hver ekki og hvernig ætlum við að skipuleggja einhvern veginn samfélagi þannig að sé barnvænt. Mér er nefnilega fundist svolítið skorta ansi mikið á í þessari umræðu leikskólamánin. Krafan sem við verðum að fara að gera á vinnumarkaðinn. Að það sé ekki, krafan sé ekki alltaf endalaust á kerfin okkar að bregðast við þörfum vinnumarkaðarins. Og við verðum einhvern veginn að fara að krefjast þess með svolítið skýrar og ádráttarlausari hætti að stytting vinnuvikuna hún sé ekki bara hjá opinberu aðilum heldur líka hjá einkageiranum og sömuleiðis að einkageirin sé að borga þá hærri laun til fólks en ekki að halda þeim niðri á láglaunum. Þannig að þetta allt spila líka inn í þegar við erum að tala leikskólamálin vegna þess að það er eins og Sanna segi, það er fullt af fólki sem er að vinna tvöfalda vinnu, er að hlaupa mjög hratt á hamstrahjólum til að ná endum saman, er síðan að láta börnin sín í vistun og svo framvegis og hvar liggur ábyrgðin á þessu? Liggur hún á því að leikskólinn þarf að vera opinn eða liggur hún hjá vinnumarkaðinum sem þarf kannski að koma með í lið taka tillit til þess að launafólki getur eignast börn. Já, ef bara launafólki sé góðir starfsmenn líka og líði vel inn í sinni vinnu og geti haft bara fjölskyldaðstæði þannig að það sé ekki allir að slegast Ég held að það er stórlega vantum þetta. Ég hitti læknir daginn og ég var eitthvað svona rifja upp að íslenski læknar gefa allt og mikið út af sýklalyfjum. Og hann sagði, eina ástæða sem eiginlega ekki verið skoðuð er það að það er svo mikið þrýstingur á foreldrum á Íslandi vegna þess að foreldrar á Íslandi hafa bara eitthvað 7-8 veikindadag út á börnin en þeir eru 130 í Danmörku. Þannig að þegar að foreldrar koma með börnin til mín þá viljum það bara að börnin séu löguð í kvelli því annars missi ég bara tekjurnar mínar. Nei, þetta er bara veruleiki Þannig að við verðum líka að fara að snúa þessar umræði svolítið við. Við verðum líka bara að segja, komið vinnumarkaðurinn verður að koma með okkur í þetta og verkalýðshreyfingin verður líka að koma með okkur í þetta í þennan þrýsting á vinnumarkaðinn. Og svo erum við með starfsfólk inn á leikskólum sem eru auðvitað bara, við erum með eflingastarfsfólk, við erum með leikskólakennara, við erum með, þú veist, það er bara alls konar, það eru líka raddir þar sem að starfsfólki finnst ekki alltaf hlustað á í þessari umræðu. Nei, nákvæmlega. Það er líka fólk sem er með langa menntun og er að mennta sig í fræðum á þessu fyrsta og mikilvægasta skólastígi sem að kannski vill líka geta unnið sína vinnu á þess að vera bugast, Þannig að það þarf að taka tillit til stóra hópa og ég með þetta eru kvennastéttir líka. Það er líka að taka tillit til þess. Þannig að Þetta eru tvö það er mörg að huga. Já, þetta er tvö atriði. Ég manna númer 4 hjá Georg, nei, ég meina Steinari, var samgöngumál. Ég var að tala við samfélkingafólk og var að segja, ég meina, það er bara að vera að framleiða miðflokksmenn sem að vera að skilja fólk lokað eftir í bílónu sínum í 5 korter í einhverjum umferðarhnút og fólk bara byrjar að hringja inn í útvarpssögu og bara gengur í miðflokkin pyrringi út í meiri hlutan í borginni. Ég held að þurfi bara að flýta borgarlífinu verkefninu eins og hægt er. Það sé bara mikið atriði.
En á meðan þá held ég að menn eigi að reyna að nýta þau mannvirki sem fyrir eru á besta mögulega hátt. Og það finnst mér stundum borgin ekki gera. Og til dæmis, hann var nú hérna formaður eða framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðenda, bara hjá þér núna í gær eða fyrir dag. Og hann benti til dæmis bara á það að sko, bara það að stjórna umferðarljósunum á réttan hátt, þá geti afkost þeirra mannvirkjar sem fyrir eru orðið miklu meiri. Þannig að sko eitt útilokar ekki annað. Þannig ég held að það þurfa að flýta borgarlínu bara svo hægt en það þarf líka að sjá til þess að þau mannvirki sem við erum með fyrir, þau nýtist á bestan hátt. Og það verður borgin að taka sér til. Ég alltaf mjög fein þegar Rakel sækir mig svo ég sleppi við strætó. Ég ekki á bíl, ég er bara að taka þetta mun hraða eftir. Það er lausnin að Rakel sækja okkur. Já, Rakel sækja okkur. Ég vinn þrískipta vaktir þannig ég á bíl. En ég held líka bara, það algjört lykilatriði eins og Steinar segir, algjört lykilatriði að klára borgarlínuna sem náttúrulega hluti af samgöngusáttmála ríkis og borgar og líka varpa líka svolítið ábyrgðina á þessi sveitafélög sem eru kringum okkur sem að hafa líka mörg hver undir stjórn sjálfstæðismanna hafa verið að svona ákveðin tafaleikur þar í gangi sem eiginlega bara óboðlegt vegna þess að það eru risastórir vinnustaðir í miðborg Reykjavíkur sem eru Landspítalinn sem fjölmennasti vinnustaður landsins. Það eru 2 háskólar á sama svæði og við erum líka með fólk sem sko keyra inn út úr Seltjarnarnesi þannig að þetta gríðarlegt. Svo erum við með þetta túristum sem koma á bílaleigubílunum frá Keflavík. Já. Í morguntrafíkina, beint í morguntrafíkina. Það er líka, þú veist, það má líka alveg stýra ákveðni umferð, sko. Það er líka alveg hægt, það hefur gert í öðrum borgum. Það er hægt að stýra því þannig að það er ákveðin númeraplötur sem að, þú veist, fara út ákveðin tímum. Já, eða eins og bílaleigubílarnir, þeir eru bara stoppi í Hafnarfirði. Já, bara að sé ekki miðbænum. En ég held líka sko að því að þetta er raunverulegt vandamál. Það er fólk sem er að keyra í árvinnu og er að eyða alltaf miklum tíma í bílnum sínum, en það er líka svolítið dapult að horfa á það ef maður er að labba meðfram þessu miklu röðum að það er oft á tíðum ekki einmitt eins og Rakel og Sanna heldur oft á tíðum þetta fólk sem er eitt í bíl og það er náttúrulega það er einhver hugsunarháttur líka sem við þurfum að breyta og tala fyrir sko. Það hafi eitthvað valkost sko. Já, en valkosturinn verður náttúrulega að vera borgarlínan og meðan hún er ekki komin að þá erum við föst í þessari teppu. Betri strætó. Já. En eins og Steinar lagði upp, þá er hann eiginlega gagnrýna það að við höfum verið að bíða til borgarlínu og ekkert gert á meðan. Og en svo er hann bara mjög algeng mistök sem að fólk gerir. Það ákom einhver stór lausn og svo gerur bara ekkert og svo bara tefst þessi stóra lausn og við erum alltaf komin býtu, ég held að borgarlína átt að vera komin fyrir sko 3, 4 eða 5 árum. En það er samt búin að vera sko, það er búin að reyna að vera að bæta þjónustu strætó og það hefur náttúrulega verið gert og það er kveðið á það í sáttmála núverandi meirihluta að þjónustu strætó meðan að borgarlínan er ókomin að þá sé þarna betri þjónustu og við erum náttúrulega að sjá líka fyrstu skóflustungu í byggingu nýra brúar yfir Fossveginn. Þetta er alltaf koma en þetta verður svona... Þetta er svo rosa hægt. Já, en það er þetta risastóra fjárfestingar. Núna erum við að fara í borgarstjórnarkosningar og við erum að fara að tala um Sundabraut sem við byrjum á fyrir 30 árum. Það er eitthvað að fara að tala um Miklubraut í Stokk sem að byrja að tala um fyrir 20 árum. Það er byrja að tala um borgarlínu sem að líka byrja að tala um fyrir 20 árum. Og það er svo meiri sem kemur hérna Pétur sem vilur oddviti samfélgina og byrja að tala um að flytja flugvelli burt og fara að byggja 40 íbúðir þar og sem svona íbúi í borginu hugsa maður, hvaða grín er þetta? Er þetta bara alltaf sama kosningabaráttan og svo gerist aldrei neitt? Svona endursýning. Ég held að sé eitthvað svona komið svona langverandi þreyta í borgarbúa. Það verður alltaf að hlusta á sömu glærusýningarnar en það bara gerist aldrei neitt. Auðvitað þarf náttúrulega betri strætó til þess að fólk treysti almenningssamgöngukerfinu þegar eitthvað betra síðan loksins kemur þannig að getur sagt, herru, ég treysti þessu kerfi, ég veit ekki stóla á það, þannig að það eru þetta ýmislegt sem að þarf að... Hann hefur skánað. Hann hefur skánað. Ég er hægt að kvarta, ég kvarta alltaf. Ég hef ekki kvartað bara í 2,5 ár, sko. Það er framfarir hjá þér. Mínu, en það er bara smá spotti sem ég nota. En það var alltaf þannig, hann var ekki séns að stóla á strætó. En það, ég hef getað stóla á strætó í 2,5 ár. Það hefur alveg búið að batna þjónustu strætó og það hefur verið gert alveg átak í því og á að gera núna, það sem eftir lifir kjörtímabilsins, það ekki?
Við bara reynum okkur besta, Já. það er að setja fókus á þetta, en ég held líka að það þurfum einhvern veginn sko að því þegar að vera að tala eins og að eitthvað sé ekki með tapi eða sé ekki að skila einhverju nægu, þetta er svo vitlaus, vitlaus umræða, stilla svo þannig upp sko. Algjörlega. Þetta er bara þjónusta sem er á að vera til staðar inn í okkar borg. Kannski það er bara að reikna það, ef við komum 1000 manns í strætó og þá þurfum við getið frestað uppbyggingu mislæri gatnamóta 10 ár sem að kosta svona mikið. Já, en það er líka svolítið svona afveðaleiðing umræðunar eins og til dæmis að fara meðan alla sko rífast Sundabraut. Eða skilur við, á meðan við erum með þetta verkefni í gangi, eigum það ekki að vera einblína á það sko. Sundabraut? Nei, á borgarlínuna og betri samgöngur, þar sem að við erum búin að vera einblína á og erum í farvegi með. Kannski þarf að gera strætó gjaldfrjálsan til að reyna að auka áhuga, kannski. Hver er reynslan á Akureyri? Já, ég held að það sé bara góð, en ekkert kannski mikil nýting, sko. En hann er gjaldfrjáls núna fyrir börn og unglinga og það er bara frábært. Við veist aðeins svo dýrt í strætó þetta. Við það ég alveg að vera með efri kontum á svona borgu sem hefur komið til. Já. Ég bjó í París og þá hefði kostaði strætó kannski svona 150-170 kall. Ég held að kosti sko 650 núna. Það er ekki 670. 670. Þannig að við erum alveg á toppnum að eins og það eigi að borga sig sem þetta náttúrulega gerir þetta var bara eftir að reikna peningi sem þetta sparar á því að hafa kerfið sko. Sem að verða þá færri bílar. Herði, ég misti þriðja atriðið, því að fimmta atriðið var lýðræðið. Ég tók húsnæðið, Umhverfismálin. Umhverfismálin? Já. Já, þeir eru VG, já. Nei. Já, reyndar. Það er náttúrulega mjög margt sem að menn þurfa að hafa í huga þegar verður að skipuleggja svona borg eins og okkar. Náttúrulega umhverfismál. Ég man að þegar ég var í París fyrir mörgum árum síðan þá fannst mér þetta svo skemmtileg regla sem er eflaust eldgömul að það var sko skylda þeirra sem skipulögðu að tryggja það að það yrði ekki nema x margir metrar frá hverju einustu íbúð út á grænt svæði til dæmis. Ég held að við höfum ekki útbúið neina slíka reglu í Reykjavík heldur hafa grænu svæðin verið bara svona orðið til svona fyrir bara tilvílun og svo hafa menn verið að byggja á þeim líka dálítið tilvílunarkennt. Þannig að einhver stefna það hvernig græn svæði deilast fyrir alla borgarbúa, hún held ég ekki til. Og eitt af þeim umhverfismálunum er líka mengun frá bílaumferð. Þá held ég að sko góðar, vel stýrt samgöngukerfi með þó einkabílinn sé verður til þess að það verður minni tafir í umferð og auðvitað hafa náttúrulega rafmagnsbílavæðingin líka sinn hluta af því að minnka mengun frá bílum og þá þarf líka að byggja þá eru menn á nagladekkjum menn á rafmagnsbílum og nagladekkjum Já, hann vildi ég held að svifrykið sko sé það minnka nú kannski, já, vissulega, já en hann benti nú á það hann formaður FIB að það getur nú verið aðrar ástæður fyrir því líka bara lélegt malbik og illa gerður vegir. Fjölgun grænna svæða, ég held að það sé alveg eitthvað sem við þurfum að sjá. Algjörlega. Og sérstaklega núna eftir að við höfum verið í mikilli svona þéttingu byggðar að þá verðum við að passa upp á það að grænu svæðin séu. Og annars þar í heiminum er þétting byggðar þannig að sé þjónusta inn í hverfunum. Einhverju vegna hefur þétting byggðar fyrst og fremst verið að tróða bara eins mikið af íbúðum hægt er á eins lítið svæði. Þú nefndir París sem ég var sagt eitthvað í Granda, ég veit eitthvað hvað það sé satt. Að hún er skipulögð þannig að gömul kona geti labbað til heimilislækni út í apótek frá íbúðin sinni. En það er ekki við hérna, maður þarf að fara að milli hverfa til heimilislæknis. Ég er á Hverfisgötunni og heimilislæknir er minnur út á Nesi. Tekur strætó? Ég tek strætó aðra leiðina, en ég labba yfirleitt alltaf hinna leiðina því að bara það gengur aldrei upp hjá mér að taka strætó tilbaka. Minnin er á Kirkjusandi. Minnin er á Kirkjusandi og ég býð upp á Sogavegi, það er aldrei langt.
Þannig að þetta eins og hafi glemst í öllu skipulagi hérna í Reykjavík að þjónustan sé nálægt íbúunum eins og þú ert að tala að maður getur labbað út í græn svæði þá getur maður labbað til læknis og maður getur labbað út í maturubúð og maður getur labbað út í bakari og þannig að sko kerfið sé þannig ofta skipulagi snúast að einhvern veginn eru einhverja flotta myndir eitthvað, ég veit ekki. Líka þessi gert ráð fyrir gangandi því stundum sko, þú veist, sér maður bara hérna er þetta að keyra en svo er maður að labba þá allt í einu bara ég bara hætti að labba hér, nú er bara að stoppa, ég snúa við eða fara yfir götuna og ég fór einmitt daginn sko hérna bara að labba Suðurlandsbraut með barnakerru, það var ný upplifun fyrir mig. Það var hérna, ég labbaði ekki eins hratt, það sem vanlega tekur mig nokkra mínútur að labba. Mér fljótt, en það er aðeins öðruvísi þegar maður leiði 2 ára og líka með barnakerfið, þannig að ég er bara þakklátt fyrir þá reynslu, það var rosalega. Það hefur að vísa orðið bylting í sko göngustígum og reiðhjólastígum í borginni og það er mikið framför. Hjólastígum. En við vitum það líka sko eins og til dæmis bara hérna þeir eru búin að vera að tala um París að því ég hef búið þar og sú borg hefur tekið algjörum stakkarskiptum þegar kemur að grænum svæðum og hérna hjólreiðum, uppbyggingu hjólreiða og gangstíga og loftgæða sem hafa batnað ótrúlega mikið á svona 20 árum vegna einmitt pólitískra ákvarðanir sem voru teknar sem voru mjög erfiðar af því það var náttúrulega mikil andstaða Óðu gegnum óvinsalar ákvarðanir Já, og bara frakkar eru elskað mátmála og leigubílstjórar og bara allir þeir sem voru keyrandi voru alveg gjöla brjálæðir en það er allt annað og mikið lífsgæði sem að felast í því að gera borgina grænni. Mér langar síðan aðeins að pikka upp ef hérna, því þið voru að tala um íbúðalýðræði. Ég held að það sé alveg gríðarlega svona ábending inn í hérna, þessa málefnavinnu áfram að íbúðalýðræði og efling þess sé gríðarlega mikilvæg vegna þess að þar með upplifa borgarbúar sig hluta af ákvarðanatökunni og við erum líka búin að vera að sjá miklar samfélagslega breytingar, miklu meiri fjölbreytileiki í hérna Reykjavíkurborg meðal íbúa heldur en áður og við erum að sjá stór hverfi byggjast upp sem að hérna, til dæmis bara í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þá þarf túlkaþjónustu og þetta er líka, þetta eru hópar sem við þurfum að hafa með í ákvarðanatökunni og hafa með því hvernig við gerum þessa borg betri og flottari sko. Og hérna og bara svona barnvænni og fjölskylduvænni heldur en ella sko því það er auðvelt að missa hlutina frá sér sko eins og við erum að sjá bara í kringum okkur á alþjóðasviðinu það er auðvelt að taka ákveðna svona réttindi eins og íbúalýðræði og þáttöku en þetta er held ég eitthvað sem við þurfum að hérna vera svolítið meðvituð á næstu vikum og mánuðum svo að það myndist ekki hérna fólk eða hópar af fólki sem að upplifa sig ekki vera hluta af borgin okkar og það er bara vont fyrir alla sko. Ég held að Rakel hafi þetta mikið verið að Nei, ég er bara eins og með íbúðalýðræði og ég hef nú alltaf unnið sko sem sagt vaktavinnu eða bara mikið undanfarin ár og alltaf sem sagt þar sem ég set ekki við tölvu og þetta íbúðalýðræði við hefum alltaf þótt vera dálítið svona og veist, ég vinn ekki á skrifstöð þannig ég fæ ekki að taka þátt og af því að einhverjum, veist að ég bæði var að vinna leikhús og svo núna vinn ég í neyðaskili og það er engin tími til að setja við tölvu og einhvern veginn fara svona yfir þetta og veist, og vera á Messenger í leiðinni að athuga að veist, ég myndi alveg auðvitað vilja sjá eitthvað íbúðalýðræði og hérna og það útfært á einhvern hátt sem einmitt nær til fleira fólks af því að það er alveg risastór hópur sem einhvern veginn virðist sko ekki þetta nær bara ekki til Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt Sýndarlýðræði sem við gangi sýndarsamráð það er til hugtakið það er vegna þess að samráðið er bara til sýndar tíðkast alltaf hérna í Reykjavík sko, menn hafa fengið að svona ákvaða hvað að setja niður svona bekk eða rólu en þegar kemur að stórum ákvörðunum þá er aldrei spurt og ég held að sko krafan íbúðalýðræði hafi vaknað jável betur eftir að menn fóru að sameina stór sveitafélög, við getum tekið með bara Norðurþing, nei ekki Norðurþing, heldur Múlaþing, þar sem eru nokkur stór þéttbýlisvæði og þau hafa dálítið mismunandi hagsmuni og til dæmis Seyðfirðingar sem hafa barist öttulega gegn fiskeldi í Seyðfirði þeir komast ekkert með sitt vegna þess að það er
sko, reglurnar íbúakosningar þær taka ekki mið af því að sveitafélaginu eru orðin allt öðruvísi en það voru og þetta þyrfti til dæmis líka að gera í Reykjavík svona svæðisbundið og eitthvað sjálfstæði Grafarvogs. Já, því að Grafarvogurinn sko, hann getur ekki átt undir íbúum Vesturbæjar hvort hann getur kosið einhverja hluti þar. Ég vissum að það er stemming í Grafarvogi fyrir að fá ekki sjálfstæði. Já. Líka íbúar upplifir bara að þeir hafi einhverja áhrif að ákvarðanatöku í hvað átt borgin er að sko þróast en ekki bara eitthvað herði. Hér er komin hugmynd, við sendum hann í samráð, hvað finnst ykkur hana? Þetta sé alveg frá svona grunni bara eins og hugsa þetta alltaf. Rósa bendir á að þetta er alltaf grundvallaratriði í lýðræðislegu samfélagi, við missum þetta sé ekki borgin okkar, heldur þetta borgin ykkar. Og svo getur það náttúrulega maður líka spyr sjálfan sig sko. Af hverju er svo sjaldgæft að sko stjórnendur sveitafélaga vilji ekki eða komi og bjóði íbúunum að taka þátt í kosningu. Það er nánast gerist aldrei. Tvisvar held ég að gerst í Reykjavík. Síðast kursum við hundahald og flugvöll. Hann er ennþá. Já. En við fengum að kjósa hundahald og flugvöll. Nánast aldrei annars hefur neinar ákvarðanir í Reykjavík verið borðnar undir íbúuna. Ég held að við þurfum fleiri svona beina kosningar. Já, sko, mér finnst sko að það þurfa að verða svo menning hjá kjörnum fulltrúum að það sé sjálfsagt að bera stórar og þungar ákvarðanir undir íbúana. Sumt er líka svona borgarlega eins og með hundahald. Já. Það er bara fáránlegt að sé ykkur fulltrúar eitthvað að ákveða þetta, það er bara hendur sér í kosningu. Já. Þetta líka við kannski opnunartíma öldurhúsa og annað slíkt sem er svona sem þetta er ekki flokkspólitískt mál, held ég. Nei. En líka sko varðandi innflytjendur, ég myndi segja að við séum eitthvað klikka þegar það er kannski stór hópur sem að veit ekki að með kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Það er mjög lág kosningasamtaka síðast, undir 30% held í Reykjavík. Þið ætla að gera eitthvað í því? Ég myndi segja að það sé okkar ábyrgð sko. Það er komin á laggirnar hópur innflytjenda sem er að stofna félag, sem hagsmannafélag og ég veit bara vegna þess að ég lenti á fundi með þeim í fyrsta fundi þar sem þeim voru að stofna þetta félagsitt sem fulltrúi VG og það voru einhver aðrir fulltrúar frá öðrum stjórnmálaflokkum á þessu fundi og þeir voru ég vel að hugsa að sko bjóða fram sjálfur en það er algjörlega hárrétt þessi hópur hefur verið algjörlega utan við nánast öll mannréttindi í okkar samfélagi bara alveg afsíðis og það er bara gengur ekki upp bara fullkomlega óásættanlegt. Hörðu, hvaða árangu ætlið þið ná? Það er ef við erum að tala kjósendahópinn sem er vinstra megin við Samfylkinguna. Þá eru núna, þá taljum við Píratana með, þótt að forystan vilji kannski ekki vera þarna vinstra megin við Samfylkinguna. Þá er allar rannsóknir á hegðun kjósenda benda til þess að þetta sé svona sama kjósendamengið. En þá eru hvorki meira en 6 borgarfulltrúar frá þessu kjósendahópi. Eru þið að stefna á það? Já, endilega. Þú vinnst það. Já. Nei, hvað má bjóða ykkur marga? Það ekki eina vitið með að við 6 að lágmarki. Jú, ég veist það alveg. Myndi vonast þess að sjá að kjósendur vildu sjá sem mest af okkur, sko. Þetta eru svona 20+% í Reykjavík. Já. Mér finnst það eina vitið þannig ég skil ekki eitthvað öðrumætti finnast það líka. En ef maður horfir á þetta frá kjósendum þá er þetta svona hópurinn og við sjáum þetta líka í öðrum, sjáum þetta í kosningunum í Kaupmannahöfn til dæmis. Það sem er sko flokkarnir vinstra megin við kraddana, ég held að þessi við með sko, við farum bara nærri slá upp í 40% sko. Já, sósíaldemókratar mistu fylgi fyrst skipti 100 ár. Já. Þannig að það voru mikla breytingar þar. Ég spyr líka þessu vegna þess að skiptir máli sko hvernig framboð til hverja þeir eru að fara að tala, hvort þeir ætlist til þess að séu fjórðungur kjósenda sem gæti kosið ykkur. Ég held að sé nú bara alveg farsælast að mínu viti bara klára málefnavinnuna og að hún sé líki klár fyrir. Hún sé skýr, þetta sé fá og en góð málefni sem liggja fyrir, þannig að kjósendur hafi upplýst val hvað sé í boði áður við förum að pæla í sko einhverjum tölum þó að ég sá að Egill Helgason var að spá okkur 10-15%, það er mikla trú á þessu. Þannig að það er ágætt að maður eins og hann sýni þannig
trú á þessu og þá því það kannski að það eru fleiri sem að hafa líka trú á þessu. Ég held að sé rosalega mikilvægt. Það er kannski ekki líklega að kjósa því. Já, en samt þarna var hann að lýsa yfir því að þetta gæti orðið farsælt framboð sem er bara mjög gott að heyra frá honum. Ég held að sé rosalega mikilvægt að klára málefnavinnuna sem fyrst, svo hún sé tilbúin og hún sé skýr. Já, en þetta er framboð sem er vinstra megin við Samfylkinguna og Samfylkingin hún ætlar að ná þeim árangri að verða áfram leiðandi í borginni. Með hvaða flokkum sjáu þið svona möguleiki á að vinna með? Já, fyrsta val lítur alltaf að vera Samfylkingin, ég bara get ekki ímyndað mér annað. Það er svona gegnum tíðina sá flokkur sem... En af hverju kýs ég ekki bara Samfylkinguna beint? Já, það er svona, mörgum finnst Samfylkingin að færst aldrei til hægri og undanfarið og ég held að sé nú margir sammála það. Og við þurfum bara vinstri rödd, við þurfum rödd þar sem umhverfismálin til dæmis eru miklu sterkari heldur en í Samfylkingunni. Og við þurfum að minnka þessi einkavæðingar tendensar sem hafa sýnst, sem maður sér mjög víða. Ég held að ég hef heyrt bara í fréttum í dag að það stendur til að einkavæða strætó í framtíðinni. Það er náttúrulega búið að einkavæðana innan með útvistunum. Já, en nú á bara... Langflestir vagnarnir eru rúmlega reknir ekkur allt með strætó. Það gerir meir en helmingurinn. Jú. En nú á bara að bjóða þetta út algjörlega eftir nokkur ár. Ég held að það verið aldrei krafa ríkisstjórnarinnar að hún kom með fjármagnin í þetta því að breytist úr strætó BS í almenningssamgöngur, OHF, EHF, eitthvað svo leið, þannig að þetta er auðvitað, þú veist, þetta er það sem við þurfum líka að vinda ofan að þessu útvistun og sjáum þessu útvistun í ræstingamálum, við sjáum útvistun bara við í kringum okkur sem að skellir þetta lífsgæði, útvistun í bílastæðamálum, ég myndi segja að þetta sé eitthvað sem að rödd vinstra megin við Samfylkingu setur bara skýra kröfu á og þetta líka svara bara þeirri gagnrýni sem íbúar hafa komið með eins og varðandi bílastæðin og bílastæðagjöldin og hvað þetta er óskýrt eins og við sáum í Skaupinu, þetta er nú bara meira ruglið. Þó ég sé ekki að leggja, ofta var ég oft með fólki sem er að leggja og er að skvilla mér út alltaf því að ég þarf að koma stræt og stræt á næri ekki að koma mér á áfangastað innan til 60 tíma. Þannig En það er líka þetta með bílastæðina því það er ákveðið stýritæki að minnka umferð með því að þú veist hafa há bílastæðagjöld og það er ákveðin tilgangur með því. En það verður líka að vera val og þá verður almenningssamgöngunar að vera til staðar. Þannig að fólk sé líka tilbúið til þess að fara taka strætó og almenningssamgöngunar á móti. Og já, og það er líka akkurat þessi einkavæðing bílastæði, ég held að það sé orðið svolítið, það er svona, þau hittu svolítið í naglan og höfuðið í Skaupinu. Ég held að þessi málefni sem við höfum rætt séu svona þverpólitísk. Þetta er áhyggjuefni allra í Reykjavík. Skiptir engu máli hvar þeir eru svona almennt í pólitík. Þannig að ef menn eru bara með skynsamlega lausnir á þessum vandamálum Reykvíkinga, hvort sem þau eru umferð, húsnæðismál eða hvað sem það er, þá held ég vættum bara að hafa góða möguleika að ná góðum árangri. Ég myndi segja líka að sé að teiknast upp alveg skýr valkostur því við sjáum eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn, þau vilja til dæmis selja þessi bílastæðahús og hvað ætli að kosti þá að leggja bílinn. Þannig að ég held að sé alveg að teiknast upp valmöguleiki í borginni hvort fólk vilji fara til vinstri að hægri og það eru ákveðnir flokkar sem eru kannski opnari fyrir því að fara í eitthvað samstarf með hægrinu og það fer alveg líka eftir þegar við vinnum borgina sem Sjálfstæðisflokkurinn. Miðflokkurinn heldur hann sé að fara að gera einhverja stórkostlegar rósir. Viðreisn er með ágætis stöðu í könnunum í borginni. Þannig að ef þessi þrí flokkar getur unnið saman eins og staðan er núna, ég heldur horfið til þess og heldur þá fer fólk í kjörklefan og er þá annars að kjósa hægri stjórn, eitthvað þessu þremur flokkum og hins vegar vinstri stjórn sem er þá Samfylkingin, Flokkur fólksins. Já, svo náttúrulega er vortur að sjá niðurstöðu prófkjöra kjörsins í Samfylkingunni. Já, kasta svona bolta í hjól sem er snýst, maður veit ekki hvað það fer, boltinn. En ég held að mikilvægast að sé bara að tala við íbúa, jafnvel íbúa sem eru ekki einhvern veginn sammála manni því að maður þarf að vita af hverju er svo og er það eitthvað sem maður getur breytt í samtali. Og svo er sérstakt vandamál líka að fólk hefur ekki mikla trú á borgaryfirvöldum. Nei. Og það er, ég tók dæmi manninum í bílnum og ég flutti niður í bæ eftir svona nokkuð hlé fyrir einhverjum árum síðan og gekk svona hverfið mitt og talaði við kaupmenn og ég var alveg sleginn yfir því hvað þeir töluðu illa borgaryfirvöld. Já. Ég vissi ekki að þetta væri svona. Nei. Og það er náttúrulega kannski kaupmennirnir í Laugaveginum er svona sérstakur þjóðflokkur að þessum leyti. En ég hefði bara ekki heyrt svona tón.
Nei, bara ef að Dagur B. Eggertsson myndi labba hérna framjá og myndi hlaupa út og það var bara, og þú veist, og þið kannist við þegar við erum að tala bara, ég meina við getum talað sorpurðu, við getum talað alls konar hluti og reykingar eru bara mjög fljótir að fara bara upp að háa síða, sko. Þannig það líka eitthvað verkefni að mér finnst þetta líka bara að vera áhyggjefni, sko, ef ég á síðan svo mér finnst þetta áhyggjefni. Mér finnst þetta áhyggjefni hvernig umræðuhefðin hefur verið borgarmál, mér finnst hún vera mjög aggressív og hörð og óvægin og ósanngjörn og mér finnst það ekki gott, sko. En þannig akkurat þá bara, þú veist, það þarf að efla samtalið og fá fólk með, sko. Það mjög margt gott, náttúrulega sem Reykjavík hefur gert, hún til dæmis bara, sko, félagslega hún framar eiginlega öllum nágrannasveitarfélagum hjá okkur. Við sjáum bara félagsleg vandamál Reykjavíkursvæðisins alls. Svo það mjög margt sem Reykjavíkurborg hefur gert vel, en það ýmislegt sem má laga og við ætlum bara að reyna að stöðla því. Og margt sem að borgir í nágrannalöndunum gera betur, eins og í húsnæðismálum. Já, sannarlega. Ekkert endilega í leikskólamálum. Nei. Ég held að við sömuleyti stundum við betur þar en annars þess. Leikskólakerfið íslenska bara betra en viðaskor. Já. Það verður bara að segjast, ekki? Já, algjörlega, það það. Þjónustafið fatlað og aldraða mætti eru betra. Já. Við erum með furðulegt vandamál í samgöngum eða hvað við erum, þetta er lítið svæði. Kannski ræðist það að því að við erum náttúrulega með hvað við með 7 sveitafélög hérna á smá bletti. Já. Sannlega. Sem náttúrulega eitthvað, veit ekki hvað þetta er. Já, og eins og Rósa benti á, sko, við erum með mjög stóra vinnustaði á mjög litlu svæði og það lítur að hafa för með sér vandamál í samgöngum. Það bara liggur hlutarins eðli. Herðu, þeir að fara að búa til málefninu það langt í að verði komið listi frá okkur eða hvað? Það getur ekki verið mjög langt. Hvað eru þið lengi að raða inn á ykkar? Við erum inn í forval núna sem að mun ljúka 21. febrúar. Já, þá erum við búin. Þá er listin klár. Já, hann verður klár fljótlega eftir forval, sko. Það tekur einhverja daga kannski að sko ganga frá honum, en mánaðamótin. Það 2,5 mánuðir í kosningabartu. Já. Það kosið svona fyrra laginu, ekki núna, það er ekki búið að færa þetta eitthvað aðeins. Þetta var það kosið mjög seint í maí. Jú, það er svona fyrir miðan maí, eða? Þetta er 16. maí sem verður kosið. Þannig að við mætum öll á kjörstað. Og þá er ykkar von að þið fáið góða kosningu og það verði góður vinstri meirihluti. Já, þetta er spennandi tímar. Bara verður mjög gaman að fylgjast með þessu og fullt að trúa á þessu. Herru, kæra þakki fyrir komuna. Sanna, Rakel, Rósa og Steinar. Takk. En við ætlum að setja þetta áfram, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is